Komið sæl, ég heiti Hervör Alma og dósent og varadeildarforseti félagsráðgjafardeildar. Ég ætla að kynna framhaldsnám í félagsráðgjöf, en framhaldsnáminu má skipta í rauninni 2 flokka, 2 ára meistaraleiðir sem eru 120 eininga nám sem leiða þá til meistaraprófs og svo diplómaleiðir sem eru styttri námsleiðir. Og svo auðvitað minna á doktorsnámið okkar. Við félagsráðgjafardeild í boði mjög fjölbreytt framhaldsnám á sviði áfengis- og vímuefnamála, farsældar barna í fjölskyldumeðferð, starfsendurhæfingu og öldrunarfræði svo eitthvað sé nefnt. En hér á þessari glæru sjáið þið að yfirlit yfir allar þær leiðir sem við bjóðum upp á. Þarna vinstra megin meistaranám 120 eininga og svo hægra megin diplómanámið. En nánar leiðir á framhaldsstigi að þetta yfirlit yfir það sem eru til meistaraprófs og þar fyrst félagsráðgjöf til starfsréttinda, svo félagsráðgjöf sem rannsóknartengt nám, fjölskyldumeðferð sem líka rannsóknarnám og svo öldrunarfræði rannsóknarnám og norrænt meistaranám í öldrunarfræðum. En Sigurveig Sigurðardóttir mun fjalla í öðrum myndbandi frekar öldrunarfræðina. En ég ætla að byrja á því að kynna meistaranámið til starfsréttindi í félagsráðgjöf og svo diplómalínurnar á eftir. MA-námið til starfsréttindi í félagsráðgjöf 2 ára, fullt nám, 120 eininga. Forkröfur í námið að hafa lokið BA-prófi í félagsráðgjöf með fyrstu einkunn. Nemendur læra aðferðir við að vinna með ólíkum hópum samfélagsins og hluti námsins fer fram í starfsþjálfun sem fer fram á stofnunum utan Háskóla Íslands undir handleiðslu sérþjálfaðra starfsþjálfunarkennara. En starfsþjálfun eru 4 vikur á 4. ári og svo 15 vikur á 5. ári. Námið er staðnám og kennt í lotum sem þýðir að hvert námskeið kennt í sirka 1 mánuð og viðvera frá klukkan 8:20 á morgnana venjulega til við megum reikna með til 16 á daginn og það mætingaskylda. En námskeið hér yfirlit yfir þau námskeið sem kennt eru á þessum 2 árum, en við byrjum alltaf á 4. ári á svona eins konar hópeflisdegi þar sem nemendur og yfirleitt erum við fyrir utan háskólasvæðið og eyðum degi saman svona til að þétta okkar raðir og síðan taka námskeiðin við hvert á öðru og fyrst náttúrulega haustönnin og síðan vorönnin. Síðan á 5. ári þá einbeitum okkur að því að nemendur að skrifa meistararitgerð á haustönninni og síðan vorönnin fer að mestu í lengri starfsþjálfunina, þessa 15 viku starfsþjálfun. En svo eru hérna diplómalínurnar. Það ekki tekið árlega inn í allar línurnar en núna næsta haust 2022 verður boðið upp á 4 leiðir. Og að jafnaði krafist fyrstu einkunnar eða 7,25 við inntöku. En þetta allt þverfaglega leiðir fyrir þau sem vinna á þessum sviðum og vilja efla þekkingu sína og færni. En fyrst ætla ég að kynna hérna áfengis- og vímuefnamál, 30 eininga námsleið. Markmið námsleiðarinnar að koma til móts við þörf fyrir sérhæfða þekkingu og færni á sviði áfengis- og vímuefnamála. Nemendur fá fræðileg og hagnýta þekkingu málefni áfengis- og vímuefnasjúkra og áhrif vímuefnasýki á aðra fjölskyldumeðlim og fjölskyldukerfi. Námsleiðin hentar þeim sem starfa með áfengis- og vímuefnasjúkum og fjölskyldum þeirra, félagsráðgjöfum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, lýðheilsufræðingum, iðjuþjálfum, guðfræðingum og læknum. Umsækjendur skulu hafa lokið háskólanámi á heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísindasviði og jafnaði, eins og ég sagði áður, krafist 7,25.
í einkunn. Það mjög ánægilegt að kynna þessa næstu leið sem ný hjá okkur að farsæld barna en námið sjálfstætt nám og 30 eininga. Markmiðið með þessu námi að styðja við innleiðingu nýrrar löggjafar samþætta þjónustu við börn. Með námsleiðinni verið að koma til móts við þarfir fólk sem veitir börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu fyrir sérhæfða þekkingu á málefnum barna. Þjónustu við áherslu á börn og þáttakendur, þverfaglegt samstarf og teymisvinnu. Í náminu öðlast nemendur þekkingu á kenningum barnafræði, hagnýta þekkingu á henni nýju löggjöf og innleiðingu hennar, aðferðum til að meta árangur, auk þekkingar og þjálfunar í þverfaglegu samstarfi, teymisvinnu og málstjórnun. Og aftur umsækjendur skulu hafa lokið háskólanámi, BS, BA eða B1 prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Og þá starfsendurhæfing, en það sjálfstætt 30 eininga nám og að því standa sameiginlega félagsráðgjafa deild Háskóla Íslands og heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. En námið skipulagt sem 2 missera hlutanám og inniheldur 3 10 eininga námskeið sem kenndi meðal annars í staðlotum. Námsleiðin veitir tækifæri til að bæta sérþekkingu á starfsendurhæfingu ofan á fyrri háskólamenntun. Námið hentar ólíkum fagaðilum á starfsendurhæfingastöðvum. Ennfremur námið ætlað fagfólki sem sinnir geðendurhæfingu, velferðarþjónustu og ráðgjöf og þjónustu hjá stéttarfélögum, endurhæfingastöðum, fullorðinsfræðslustöðvum og á vinnustöðum fyrir fatlað fólk. Og aftur umsækjendur skulu hafa lokið háskólanámi, BA, BS, B1 eða sambærilegu háskólaprófi. Að lokum langar mig að minna bara á Faró sem félagsráðgjafa nema og hvetja fólk til að taka þátt í því frábæra starfi sem þar fer fram. Umsóknarfrestur til 15. apríl í framhaldsnám og svo diplómanámi 5. júní og við bara hlökkum til að sjá þig í framhaldsnámi við félagsráðgjafadeild.